Ásdís Ósk hjá Húsaskjóli fasteignasölu. Margir seljendur velta því fyrir sér í dag hvort það sé ekki alveg vonlaust að selja á kaupendamarkaði. Það er nú bara þannig að flestir seljendur eru líka kaupendur, þannig að þetta helst nokkuð í hendur. Ef þú selur á lægra verði, þá kaupir þú líka á lægra verði. Öfugt við kaupendamarkaði sem einkennist af jafnvægi og stöðugleika, þá er seljendamarkaður oft fullur af óvissu. Verð geta hækkað mjög mikið og seljendur vita því ekki oft hvenær er best að fara af stað. Margir vilja bíða eftir hæsta mögulega verðinu og bíða jafnvel af sér allar hækkanir og fara svo af stað á lækkandi markaði. Það er yfirleitt gott að selja á kaupendamarkaði. Það eru færri óvissuþættir og hraðinn er minni. Verð er í jafnvægi og seljendur geta því selt án þess að hafa áhyggjur af því að þeir sé að missa mögulegri hækkun. Það er hins vegar meiri samkeppni kaupendur sem þýðir það er gífurlega mikilvægt að undirbúa eignina vel fyrir söluna. Það þarf að velleggja hana rétt, taka til og henda öllu óþarfa dóti og klára allt smáviðhald sem hefur setið á hakanum. Að selja fasteign er ekkert ósvipað að fara á date. Þú færð bara eitt tækifæri til að heilla. Yfir vellögð og við illa undirbúin eign getur þýtt að kaupendur hafa bara engan áhuga að koma og skoða. Ef þið langar að vita meira eða ert með spurningar varðandi fasteignamarkaðinn, hafðu samband við okkur í Húsaskjóli. Hlökkum til að heyra þér.